Annar fyrirlesturinn í dag svona atriði sem alltaf, þetta svona hið klassíska svona, það ætti allir að vera að gera þetta. Þetta svona svo að nota tannþráð. Það ætti allir að vera að skrifa test fyrir forritið sín, en það svona oft auðveldara að predika og segja að það sé rosa sniðugt en að gera það í praxis. Þannig að ég vildi endilega svona snerta aðeins á því og sérstaklega út af því að þetta orðið svona, tólin eru orðin betri og það orðið tiltölulega auðvelt að komast af stað með að búa til unit test í Node og síðan svona flóknari svona end-to-end test með tólum. Þannig að tólin eru svolítið að bjarga okkur en vonandi koma þau ekki baki okkur í framhaldinu. En prófanir eru þetta svona mjög breytt og mjög svona yfirgripsmikið hugtak og það þá aðalega þetta að þær eru sjálfvirkar. Þegar við erum að skrifa kóða þá erum við alltaf, ómeðvitað eða meðvitað, erum við alltaf að keyra lítil próf sjálf. Við erum alltaf að skrifa eitthvað forritskóða, fara eitthvað, keyra eitthvað skipun, refresh eitthvað síðu, sjá eitthvað hot-reloada og bera það saman við mental modelið. Ok, ég gerði þessa breytingu, nú gerir ég ráð fyrir að þetta verði blátt. Það var ekki blátt. Það buggur. Ég fer og ég skrifa, nú þetta blátt, frábært. Ég held áfram í næsta verkefni. Og þá þessar prófana hugmyndir svona í svona, kannski þessar svona unit testing pælingu þetta bara hvað gerist ef við hættum að gera þetta handvirkt og skrifum bara forrit sem gerir þessa athugun fyrir okkur. Þannig að við codifyum þetta að athuga hvort eitthvað var blátt. Og ef það ekki blátt, hvernig vitum við það? Ok, og hvað gerum við þá? Þá segjum við það ekki eitthvað í lagi. Og þá vitum við þá eyðum við löngum meiri tíma í byrjun í það að skrifa prófið. En kosturinn sá að við eigum alltaf þetta próf í handriðarunum og við getum keyrt það og við getum keyrt það hratt margfalt hraðar en það bara þó svo að ég sé að skrifa eitthvað hérna og ég kíki hérna að það tekur mig kannski 1,5 sekundu að registrera hvort það hafi verið að þetta próf getur verið keyrt á 5 millisekundum og sagt já eða nei. Þannig að það að keyra margfalt hraðar og það að keyra mörg svona próf saman margfalt hraðar. Þannig að þetta tekur okkur 1 sekundu en svo þurfti ég að breyta ykkur öðru konteksti, ég þarf að logga mig inn kannski, ég þarf að slá eitthvað inn í eitthvað form eða eitthvað og þá þetta allt í orðin 60 sekundur að gera þessi 2 próf að prófa þessi virkni virkar en ef við eyðum korteri í að skrifa prófið þá getum við keyrt þetta próf endalaust oft og verið öruggum það að þetta allt í lagi að þetta keyrir það hratt og þetta bara þarna og við fáum upp í raun bara rautt ljós ef eitthvað klikkar og þá lögum við það. Þannig að við erum að eyða tíma í svolítið að búa til svona sálarró fyrir okkur í forrituninni. Og svo líka annar kostur að þegar við forritum þetta og codifyum þetta, þá erum við að gera þetta þannig að þetta verður alltaf framkvæmt eins. Þetta ekki þannig að ég horfði þarna og þetta var blátt en úps, það eftir að reloada þetta var grænt og það bilað. Það var bara út af því að ég er bara mennskur, ég ekki tölva. Tölvur eru miklu betri sem við. Og þá þessi kostur að við erum að keyra þessi próf oft og við getum keyrt bara þannig að ég er að skrifa kóða og prófið að keyra meðfram og alltaf þegar ég vissi eitthvað þá keyri ég öll prófin og þá veit ég bara að allt í lagi. Og við það að skrifa próf þá erum við líka að neyða okkur í það að nota kóðan okkar, nota API sem við erum að búa til á sama tíma við erum að búa til kóðan. Þannig að kóðun okkar sem við endum með hann ekki þannig að við skrifum eitthvað í einhverju vakúmi þar sem við erum bara ég vil leysa þetta og svo ég búinn að leysa þetta verkefni og læta einhvern kollega fá og þá bara eitthvað úps, þetta rosalega flókið, ég þarf að kalla þetta og svo þetta og þá fæ ég niðurstöðuna sem ég þarf að senda í þetta og við komumst aðallega þessu þegar við erum að skrifa prófin ef við erum að skrifa svona yfirgripsmikil próf eða jafnvel bara minni próf. Þetta bara svona hluti sem eru bara svona við leysum þau oft og gerum betri með því að nota testing. Og svo þetta sem að mér finnst best við þetta að fá þetta ákveðna traust á að virknin sé í raun skilgreind með prófunum okkar og hún brotni ekki þegar ég gera einhverja breytingu á morgun eða eftir 3 vikur eða eftir hálft ár. En ég get komið aftur á prójektinu, ef það eru test og þau keyra, þá get ég gert breytinguna og ef eitthvað brotnar þá veit ég að ég gerði eitthvað sem var með eitthvað side effect annars staðar í forritinu og þá get ég laga þetta þannig til að öll forritin keyra og bætt við nýjum prófum fyrir nýjum verkefnina.
En það er auðvitað ókostir og það er það bara koma sér í þetta mindset og byrja að skrifa próf og að bara vera góður í að skrifa próf og þau taka langa tíma og það verða oft bara rosalega stór partur af produktinu. Þú getur verið með 3 línur að kóða en það eru 30 línur að testkóða fyrir þau, bara út af því að þannig er bara forritið, það er mikið af edge case með eitthvað. Og þau geta gefið okkur falskt öryggi því að þó og svo að við séum með próf þá þýðir það ekki að við séum í raun búin að hugsa fyrir öllu. Þegar við getum alveg gleymt bara einhverju edge casei og kóðin okkar er hugsalega með 100% coverage, það er test fyrir hverja einustu línu en bara út af því að við skrifum þetta ekki, þetta koncept er ekki eins og til í forritinu okkar sem að mun láta það bila á einhverjum tímapunkti, þá vitum við ekki. En við getum haldið að við séum með bara mest solid kóða sem er nokkuð sem hefur verið skrifaður, en hann er það ekki. Þannig að þetta er svona falska öryggi, það er oft hættulegt. Og svo ef við erum að gera einhverja stóra breytingar, við erum bara endur arkitektúra hvernig lausnin okkar virkar, að þá hugsanlega eru bara öll prófin okkar verða brotin og það er bara rosalega óyfirstílegt verkefni að fara að laga þau öll ásamt því að laga allt forritið okkar og þá bara slekkum maður á þeim og keyrir þau aldrei aftur og þau verða bara þarna í einhverju möppu og rotna þar. Þannig að þetta eru þessi test en svona það sem að fólk talar oft þegar það er að tala test eru svona ákveðnar típur af testum og þá er unit test kannski oftast nefnt og það er ekkert sérstaklega vel skilgreint, það er ekki ein svona ein skilgreining á þessu en oftast er þetta þannig að þetta er próf á einni einingu í einu án þess að vera í raun að hugsa heildina. Þannig að ég er að skrifa fall og ég er að skrifa próf fyrir fallið. Og þetta getur verið fall, þetta getur verið eitthvað klassi, þetta getur verið eitthvað módull og þetta getur verið svona bara hvað granularity við erum að horfa á í hverju sinni. Og sumir myndu segja, nú ertu komin á þann stað, þú ert ekki lengur að gera unit test, þú ert að gera integration test sem er í raun að skoða integrationur á milli tveggja hluta, hvort sem það eru 2 fall og klassi, módull eða eitthvað. En oft er þetta í raun bara að skrifa próf og að hafa eitthvað er betra en ekki neitt. Og svo eru sumir sem segja að unit test eigi alls ekki að snerta á neinu I/O, það er ekki að skrifa disk eða lesa disk eða það er ekki að skrifa eitthvað yfir networkið eða lesa eitthvað yfir networkið. Það eigi bara að vera algjörlega encapsulated í þessari einingu sem þú ert að prófa. En svo er þetta bara svona to each their own. Já. Þegar við erum að gera unit test, þá er oft þetta að keyra og skrifa þessi test þannig að við erum að gera þetta í sem við kalla test-driven development sem var rosalega heitt svona buzzword hérna fyrir svona 10 árum síðan, tengt agile og svona en er samt rosalega góð hugmynd og eitthvað sem ég svona þegar ég hef tíma og nennu og er rétt með mindspace þá er það svoleiðis sem ég vil vinna að við smíðum prófin okkar ásamt því að þegar meðan við erum að smíða forritið okkar og þá erum við að fá endurgjöf hratt og örugglega meðan við erum að skrifa forritið þannig að við erum í raun að skrifa test við skrifum kóða sem lætur testið okkar keyra við refactorum hugsanlega út frá því sem við erum búin að læra og svo skrifum við nýtt test sem að brýtur eitthvað eða sem að brotnar við breytum kóðanum okkur þannig að það virki og endurtökum þennan hring og þá getum við verið að refactora kóðan okkar og lendum ekki á því stað að við erum eitthvað svona ég er búin að vera að forrita í 2 tíma, ég kom með einhverja virkni ég fattaði eiginlega að ég gerði smá grundvallarmistök í byrjun og ef ég laga það þá verður þetta allt eiginlega miklu betra og þá ef við höfum ekki test þar sem við erum ekki með þetta öryggi sem að leyfir það að við getum gert þessar breytingar og við vitum að hlutirnir sem að reglurnar sem við erum búin að codifya í þessu ef ég sendi inn þetta, þá fæ ég þetta. Ef þetta gerist. Öll þessi edge case sem við erum búin að vera að hugsa og prófa handvirkt þessa 2 tíma. Að það verður bara svona, fuck it, ég bara hef ekki tíma til að laga þetta. Þetta er bara, so be it. Og við höldum áfram og gæði forritisins okkar er minna en það gæti verið. Og svo getur þetta líka hjálpa mikið til þegar aðrir koma að kóðanum okkar og keyra prófin og þau keyra þá get ég bara bókstaflega séð þegar ég sendi inn þetta input þá fæ ég þetta output og þetta er þá í raun bara skjölun af vissu leyti út af því að við erum að sýna hvernig við notum forritið með því að senda eitthvað inn þá fáum við eitthvað út
og þetta í raun eitthvað sem verður ekki out of date eins og skrifu documentation getur orðið út af því að hún í raun ekki testuð, það reyndar hægt, en hún getur bara gleymst á meðan prófin, ef þau keyra ekki þá eru þau löguð í svona ideal uppsetningu. Og síðan þegar við erum búin með eitthvað, við erum búin að forrita eitthvað og komum síðan að því að það bara eitthvað villa, það lendir einhver í því að fá bara villu í keislu á forritun okkar, og þá getum við byrjað á því að skrifa próf fyrir villuna, búa til þetta failing test case og síðan lagað virknina, og þá erum við komið með svona ákveðið traust á það að við fáum ekki regression, að við fáum ekki þessa villu upp aftur. Þetta er eitthvað rosa exotic villa, ef þú ert svona notandi sem lokaðir inn svona í þessum vafra þá gerist þetta, og þá bara þetta gerist ekki aftur, ég er búin að skrifa test og svo sjáum við eitthvað meira í kringum þetta, lögum eitthvað, skrifa fleiri test og við erum svona búin að forrita okkur meira solid. Og svo er þetta bara að skrifa test, þetta er svona ákveðin list og það er svona gott að reyna að hafa þau einföld, ekki vera að gera rosalega flókna uppsetningu, vera með 10 línur þar sem ég er að setja upp eitthvað kontekst, svo keyri ég eitthvað og svo er ég með 10 assertionir þar sem ég er að athuga, ok, er þetta örugglega rétt, er þetta rétt eða eitthvað, þá verður bara það að lesa prófið verður bara eitthvað, ég er bara virkilega fókus að þess að skilja hverju gangi hérna. Og þá er þetta að vera bara að reyna að búa til test sem eru þá frekar fleiri og testa bara 1 hlut í einu, og ef að sá hlutur klikkar þá veit ég hérna að það er ekki einhverjir 10 hlutur sem getur hafa klikkað, það er bara 1 hlutur, það er bara að vera að prófa 1 hlut. Og þau að vera óháð í hvað röðu keyra, þannig að ég keyri test 1 eða test 10 fyrst, það skiptir ekki máli, þau eru bara geta keyrt hvernig sem ég ætti að geta senda þau á margar vélar og keyrt þetta bara allt í einu og allt í góðu, og þau að vera endurtakanleg, þannig að ef að test keyrir og ég stend upp frá vélni og ég kem af þenni aftur degi, mánuði, ári seinna og ég keyri hana með nákvæmlega sömu uppsetningu, þá ætti ég að fá sömu niðurstöðu. Og þá er það eftir að passa upp á að það sé ekki einhver svona að það sé ekki svona einhver side effect sem keyri, að það sé, já, þú verður að keyra þessi test á mánudegi, þau feila öllum öðru dögu vikunar, eða þú verður að keyra þeirra fullt tungl eða eitthvað, þetta sé í raun, þetta sé controlled environment. Og þau verður hröð, að þegar ef að testin eru að taka rosalega langan tíma að keyra, þau taka einhverja mínútur að keyra, þá hættum við bara, ómeðvitað oftast, að keyra þau, af því þau eru bara að hægja á okkur. Þau koma okkur út úr svona, kannski eru komin í, the zone og allt í einu erum við að bíða og svo erum við farin að skoða fréttamiðla og þá erum við farin. Og þá eru testin ekki að hjálpa okkur, þá eru þau í raun að skemma fyrir okkur. Já. Og þetta getur þá falið í sér að vera að mokka út þjónustur og stöður. En það getur verið mokk sér þegar við erum með einhvern hlut sem við erum að testa og við vitum nákvæmlega hvernig sú hegðun verður. Við vitum bara, það verður einhver gagnagrunnur þarna, en ég ætla ekki að fara að skrifa test sem skrifar ofan í gagnagrunninn og lesa upp úr honum. Og gera það allt, ég bara prófa validation hlutan áður en að gögnin fara í gagnagrunninn, en ég veit samt, ef gögnin eru rétt, þá vil ég að þetta fari í gagnagrunnsfallið og ég mokki hvað gerist þegar þetta vistast. Og þetta getur þó verið út af því að gagnagrunninn okkar er hægur eða það er flókið að setja hann upp, eða hann er svona non-deterministic, hann hegðar sér ekki alltaf eins eftir því hvað gerist. Og stundum getum við líka búið til svona stubs, þetta er aftur svona eitthvað sem er svona kannski ekki alveg 100% skilgreint í svona nomenklaturnum fyrir forritun eða tölvunarfræði, að þá erum við að skrifa einhverjum svona stubbar þar sem við hugsalega bara, ég veit það að þetta fall gerir rosalega flókin hlut sem bara ég get bara ekki testa hann, þannig ég ætla bara hlutur sem notar hann þarf bara að vita hvort hann fái true eða false og ég veit bara að hann skilir alltaf true. Þannig að þegar ég keyri þetta test þá flóknir hlutunum þarna alltaf að skilja true. Það er bara, ég er ekki að testa hann. Ég vil bara, hann er með í ferlinu, en hann er ekki það sem er fókusinn á. En hættan við það að nota þessi mocks og stubs er það að við verðum svona, fyrir að einblína rosalega mikið á það að búa til eitthvað svona fullkomið mock sem að mokkar gagnagrunninn okkar og með allar aðgerðirnar sem gagnagrunninn okkar getur tekið við. Og allt í raun erum við bara komið með
eitthvað sem að skiptir engu máli. Við erum bara eitthvað svona skýjahöll sem að hjálpa okkur að keyra eitthvað test, en í raun og veru hugsalega kannski bara að testa sjálfan sig en ekki einhverja raunverulega virkni. Og þannig að þetta aftur eitthvað svona sem maður getur heyrt, mocks, stubs, fakes, en það ekki endilega vel skilgreint hvað átt við á hverjum tíma. Og þú veist, þessu gott dæmi með þetta, þú veist, hvernig ég að prófa eitthvað sem er based á tíma. Þú veist, ég vil keyra ég að prófa eitthvað reikningakeyslukerfi og fyrsta degi hvers mánaðar á að keyra út reikninga og þá þarf að passa upp á að öll gögnin sem að vera keysla byggir á séu rétt og þessi keysla tekur x langan tíma og á henni tíma hvað gerist ef það kemur ný reikningur og eitthvað svona, þú veist, það eru möguleg svona fail case þannig. En hvernig við gera þetta, þú veist, ég keyri ekki bara prófið mín alltaf á fyrsta degi mánaðarins, þannig að þá þurfum við einhvern veginn að geta tekið inn díkúplað dagsetningu eða tíma frá prófin okkar og þá sérstaklega þegar við erum að prófa eitthvað sem á að keyra á einhverjum tíma. Þú veist, ég er með eitthvað sem að það tekur alltaf 5 sekúndur að keyra það, en ég vil ekki að það teki 5 sekúndur í prófinu mínu af því að þá tekur prófið mitt 5 sekúndur að keyra og þá ekki lengur hratt og þá vindur upp á sig og þetta verður eitthvað drasl. Þannig að þá þetta eitthvað svona sem við getum hugsað hvernig getum við þá arkitektúr og kóðan okkar þannig að hugsalega tíminn sé dependency en hann sé ekki raunverulegur í forritun okkar. Þá getum við bæðið að mokka dagsetningarnar, það til svona library sem leyfa okkur sem breyta því hvernig, eins og í JavaScript, hvernig new date virkar, eða við getum sendt inn date hlut í staðinn fyrir að nota hann hardkóðan og þá erum við komin út í svona aðra pælingar sem eru dependency injections sem hefur ekkert verið rosalega mikið við lýði í JavaScript og Node heiminum en samt afskaplega sniðug hugmynd og mikið notuð í .NET eða Java þar sem við erum í raun að senda inn í staðinn fyrir að búa til instansa af hlutnum í forritun okkar þá erum við að biðja að einhver senda okkur hlutin og með því þá erum við í raun að ýta þessum hlut sem við erum að biðja ofar og ofar í forritun okkar og á endanum verður þetta bara eitthvað config þannig að það ég sé að nota eitthvað logger sem að loggar eitthvað ákveðið það er bara þessi logger búinn til þegar forritið búið til og svo hann bara einhvern veginn sendur í gegnum forritið í þá staði sem við viljum nota hann og þá erum við komið með eitthvað svona dependency injection framework og þá þetta inversion of control þú ert að snúa við hver stjórnar og það alls konar pælingar í þessu sem mjög áhugaverðar en þessi pælingsett bara dependency injection að ég dependa á eitthvað og í staðinn fyrir að gera ráð fyrir því þá tek ég við því mjög sterk þannig að þá getum við verið með eitthvað svona við erum með eitthvað fall sem ætlar að athuga hvort að einhver dagsetning sé innan einhvers bils en hún verður bara innan þess bils í raun á meðan að einhver ákveðin tímabili til staðar þannig að hvort sem þetta einhvern tímann í framtíðinni einhvern tímann í fortíðinni ég að keyra einhverjar keyslur í söguleg gögn eða eitthvað að þá get ég aldrei testa það hérna út af því að þetta mun alltaf skila bara nákvæmlega þeirri dagsetningu sem að þegar þessi kóði keyrður en ef við gerum eitthvað svona í alveg súper einfaldari mynd í staðinn fyrir að nota gerða hlutin hérna þá tökum við einhverjum hlut og gerum new date hérna eða tökum við date bara einfaldlega hérna í staðinn fyrir að vera með date svona þá verður date bara argument sem kemur inn í fallið okkar að þá erum við í raun búin að ýta þessu frá og þá getum við alltaf prófað lógíkinu okkar þarna en ekki í raun verið bundin á því að þetta sé bara ótestanlegt út af því að þetta bara dagsetning og dagsetningin bara föst. Síðan þegar við erum búin að skrifa þessi test okkar þegar við erum að skrifa þau þá erum við í raun með eitthvað svona framework eða harness eða kalla runners sem að keyra testun okkar fyrir okkur á meðan við erum að forrita og þetta þá eru bara eitthvað tól sem að keyra prófun okkar taka saman niðurstöðurnar og láta okkur vita stöðuna þannig að það hvort sem það bara allt er góð öll prófunum í lagi eða úps, þetta próf feilaði þannig að þau eru að keyra þessi test og geta keyrt þau bara þegar við vistum eða bara þegar eitthvað breytist í pródúktinu okkar og láta okkur vita jafnóðum af stöðunni og það er að stilla því að gera einhverja ákveði fyrir og eftir hvert próf eða eftir öll próf og gera alls konar flóknar hluti
þannig að það eitthvað sem við þurfum og síðan þurfum við prófun okkar einhverja leið til þess að setja fram staðhæfingar það sem á að vera að gerast, eða assertions. Og þá það í gegnum yfirleitt eitthvað svona assertion library, eða stundum þetta allt böndla saman í bara testrunner og assertion library og eitthvað meira. Og þá við að skrifa prófun okkar, sem við tökum eitthvað, það eitthvað inntak, það einhver keisla og lokum einhver niðurstaða og við viljum í rauninni athuga þessi niðurstaða rétt eða ekki og það yfirleitt hún rétt. Ef ekki þá klikka prófið. Og þá í rauninni athugið þetta, þá bara sörtu við, þetta rétt? Og þá þetta svona í sinni einföldustu mynd, þá þetta bara eitthvað fall sem tekur inn boolean segð. Ef hún trú, þá það í lagi. Ef hún ekki trú, þá þetta eitthvað bilað. Og þá þetta svona, kemur inn í þetta prófa færri hluti en fleiri, að þá ættum við að vera með eins fá assertions og við getum í hverju prófi, svo að sé í raun ekki, já ok, þá koma fyrsta stakki á að vera x, næsta á að vera y og þriðja á að vera z og svo feila prófið og ég þarf að byrja á því að parsa, ok, var það x-gildið, y-gildið eða z-gildið sem brotnaði og ég þarf í raun að eyða tími í það að lesa út prófinu og koma mér inn í fókusinn í staðan fyrir að vera bara eitthvað prófa x-stakkið sem gerir bara fyrsta stakkið að vera x, svo annað próf sem segir annan stakkið að vera y, þriðja stakkið að vera z og svo klikkar eitthvað próf, það annar stakkið að vera y og þá veit ég bara eitthvað, ok, þetta það sem ég þarf að laga. Ég þarf ekki að byrja því að komast að hvað það sem ég þarf að laga. Og þá svona leið til að skrifa test að hugsa þetta sem arrange, act og assert. Arrange þetta bara í svona einföldustu mynd að taka saman inputið, hvort sem það bara strengur eða einhver hlutur eða eitthvað. Síðan að akta á það sem við vorum að arrangea og það þá í raun að keyra forage bútin okkar og svo það í raun að asserta sem þá í raun að segja er niðurstaðan úr þessu sem ég bjóst við, já eða nei. Og svo þetta í þessari test-driven development sem ég nefndi þess áðan, þá þetta þessi hringur sem við erum að keyra, skrifa próf, láta prófið heppnast, hreinsa kóða og refactora og keyra próf og svo í raun halda áfram. Þannig að það bara þessi feedback loopa sem keyrð bara út í óendanleikann eða þangað til við erum búið með verkefnið og það að skrifa prófið áður en við skrifum fallið sem getur hljómað svolítið nött í en þú veist, það ekkert svona heilagt en að reyna það ótrúlega kraftmikið þegar maður kemst svona inn á lagið og svona klikkar hjá manni. En þá þetta samt ekki eitthvað svona dogma. Þú ert ekki að skrifa rétt test ef þú gerir þetta ekki með test-driven development. Þeir eru bara, allt betur en ekkert í þessu. Það betra að nota tannþráð einu sinni í viku en aldrei. Einu sinni í mánuði jafnvel. Og svo annað sem behavior-driven development og þá það meira sem á virknina og hvernig við hugsum, hvernig við setjum fram það sem við erum að skrifa og þá hvernig við skrifum staðhæfingarnar okkar. Þetta náttúrulega bara súper mikil einföldun og mun flóknara hugtaki. En þá erum við að segja x ætti að vera jafnt y. Þá ekki að segja assert x jafnt og y. Þá skrifum við þetta sem result should equal true eða expect result to equal true. Og þá þetta hvernig assertion library okkar leyfir okkur að skrifa. Það sem að þetta verður svolítið svona eins og prósi og við erum bara að lesa okkur í gegnum þetta. Þetta bara svona, getur verið mjög þægilegt, sérstaklega við erum að koma að kölda einhverju verkefni og við getum bara séð þetta. Notandinn á að vera loggaður inn, karfan á að innihalda vöru. Og svo svona annað tengt þessu öllu saman code coverage og þá það hversu stórt hlutfall af kóðunum okkar prófað og þá getur það verið niður mismunandi level, hvort það sé hvað öll föllin okkar keyrð, hvert statement í forritun okkar keyrt og jafnvel hvert branch keyrt. Og þetta þá getur passað upp á að við séum í raun ekki bara skrifa 100 test, en þau eru öll að prófa sama fallið og við erum ekki að prófa neinur fallið forritun okkar. Þá erum við bara eitthvað tjörn í gangi sem við erum ekki að græða neitt á því. Þú veist, ekki bara eitt test að fara að vera nóg. Síðan þessi integration test og það þetta að prófa fleiri en eina einingu í einu. Eina einingu í einu. Og það getur þá verið að prófa að kalla í einhverja vefþjónustu, skrifa eitthvað í gagnagrunni og lesa á gagnagrunni, keyra eitthvað annað forrit. Og þá þetta orðið svona
við erum farin að bakka frá einingun okkar, frá fallinu okkar, við erum farin að horfa á kerfið okkar sem heild. Og þetta getur verið flóknara, mun flóknara að setja upp svona test. En það sem er svona mest notað í dag og er í raun svolítið skeri líka í þessum monokúltúr sem eru þessi Facebook tól, Jest, sem er rosalega bara þægilegt og laga rosalega marga svona ókosti sem voru í mörgum öðrum þessum testframeworkum í Node, til dæmis að fá code coverage til þess að virka með transpælum kóða getur verið alveg rosalegt mikið vesen. En og þetta kemur uppsett í Creator GitHub og það er auðvelt að bæta sig við í Next, þannig að þetta er svona það er svona auðvelt, við erum svona samdaunað þessu, en allt kemur þetta frá Facebook. Þá getum við sett upp svona, þar sem við erum test, renders, learn, react link. Þetta er bara default testi sem fylgir með Creator GitHub. Og þá er það í raun með svona helpera hérna frá þessu testing libs sem segir bara, hér getum við renderað appið okkar og fáum síðan einhvern skjá sem er þá í raun skjárin sem að appið okkar var renderað inn í. Og við getum notað fall þar til þess að athuga learn react ekki case sensitive á skjánum. Og það á að vera í skjálnu og ef það er í skjálnu þá er testið okkur ok, annars er það ekki. Þannig að þannig getum við verið að prófa, er þessi takki til staðar? Er hann til staðar? Er þetta klikka á hann? Er textin á honum réttur? Ef ég klikka á hann, er þá textin á honum réttur í framhaldinu og svona? En svo eru önnur test library sem eru mikið notuð og sem ég notaði mikið Mocha á Chai og þá er Mocha test frameworkið og Chai er assertion libraryð. Síðan, já, klárum þetta bara. Síðan er þegar við erum búin að skrifa þessi test og við erum með þetta ákveðna traust, að þá getum við húkkað þessu inn í prósessun okkar. Þannig að við erum búin að skrifa okkar test á okkar vél og þau keyra og allt er í góðu. En nú er ég síðan að fara að committa þessu í source controlið í bara stóra verkefni sem við erum að vinna í. Og ég vil passa upp á að allt saman keyri rétt þegar minn hlutur er komin inn. Þó sem mín test séu í lagi, getur alveg verið eitthvað annað brotni. Og þá getum við sett upp svona continuous integration pipeline að þegar eitthvað commit kemur inn, þá keyri í raun þessi test og þau eru athugi það að allt sé í góðu og allt sé eins og það á að vera. Og þá getum við verið viss það að við erum ekki að brjóta neitt þegar við erum að integrata okkar virkni við main branch eða við stóru heildina. Og ef við erum ekki að gera þetta oft og þetta er í raun eitthvað sem þarf að gera handvirkt, að þá getum við lent í því bara eitthvað, ég vil klára þetta fullkomlega áður en ég integrata þetta. Þá allt í einu eru mörg merge commit sem við þurfum að fara í gegnum og það eru einhver ný virkni sem brýtur eitthvað hjá okkur og þá getum við lent í svona integration hell þar sem við eyðum bara mörgum dögum í það að láta kóðan okkar að bransinu okkar komast inn á main. Og svo að hafa þetta continuous integration, að allt sem er inn á main bransinu er í raun að öll testin keyra og öll testin eru græn, er í raun ákveðið traust. Þannig að við erum í raun búin að byggja upp ákveðið traust. Og þegar við tökum þetta síðan skrifum lengra, að þá getum við tekið út af því að main er alltaf með testin í lagi, að ef það kemur ný breyting og testin er þau í lagi, ef við þá ekki bara gefa það út. Og þá erum við með main í deployable ástandi og við getum í raun bara gefið þetta út. Þannig að við getum í raun bara, það er eitthvað kóður sem keyrir, testin keyra, kóðun er buildaður og kóðunum er releasað á production. Og þetta er alveg svona ideal staða til að komast í og svona mjög mikil svona draumastaða en samt ekkert það mikið vesen í dag. Svo lokum, þá eru svona þessi tól sem eru komin og eru rosalega þægileg, eru svona fyrir svona end-to-end tests og þá geta þau bara verið að herma eftir því hvað notandinn gerir. Og við forritum þessa hegðun sem við erum bara að hreyfa músina, fara highlighta þetta, íta okkur takka, gerðist þetta, ok, testið er í lagi. Og þetta voru til tól sem gera þetta, þau voru alveg rosalega mikið með að bara vera svona sérfræðingur í þeim og sérfræðingur í að læra á forritunarmálið sem var þess að forrita þessa hegðun. En núna er komið Cypress sem er tól sem er í raun að keyra og er bara rosalega fljótlegt að keyra upp. Og er núna í beta hjá mér eitthvað sem heitir Cypress Studio, þar sem þú getur í raun bara opna bara vafra og þú bara framkvæmir einhverjar og bara í hverja
hvert klikk eða svo slæra lyklaborðið, þá bara er verið að skrifa niður forritið hvað þú gerðir. Og svo getur þú bara sagt þetta sem ég var að gera, þetta er próf. Þetta próf var það að leita á vefnum okkar. Og svo getur við bara keyrt þetta próf og látið í raun Cypress keyra það bara hauslaust, bara í einhverju vélasal út í heimi og fáum að vita ef eitthvað klikkar. Þannig að þá getum við, þá er þetta eitthvað svona sér, svona domain specific syntax sem að hérna er verið að nota. Og þá erum við að segja hérna, náðu eitthvað form, fyndu þetta, skrifaðu inn þennan texta, fyndu síðan formið, submittaðu því, síðan ættu við að sjá að eitthvað ætti að innihalda your form has been submitted. Þannig að þarna verið að setja inn einhvern texta, keyra það og já. Þannig að við tökum örstutt dæmi hérna þannig að við tökum okkur pásu. Þannig að hérna er bara eitthvað svona einfalt Create React App sem er að nota Jest og það er bæði að keyra hérna þetta default test hérna og svo er það með einhver önnur test hér og það sem að við gerum og við fáum þegar við setjum upp Create React App inn í hérna package.json er þess að testskipunin. Þannig ef við keyrum bara hérna npm test að þá keyrir þetta með Jest og núna er þetta þegar ég var að committa þá er Jest smart þannig að klárt það segir ok, hvað er á branchniðinu, ertu búin að gera einhverjar breytingar, ég ætla bara að keyra það en núna ætlum við bara að íta á A sem lætur við keyra öll testin og þá keyrum við öll testin sem eru hérna og þau eru 8 í heildina hérna erum við að nota skip til þess að skipa einhverju testi sem á að feila. Nú ætlum ég að keyra það og nú fáum við hérna test suite, this should fail. Þá erum við hérna búin að búa til test suite sem eru bara samansafn af prófum og þá erum við með test innan þess þannig að við getum hópa saman ákveðinni virkni og hérna er það að klikka út af því að það á að klikka expect true to be false sem mun aldrei náttúrulega vera satt en síðan hérna er með þessu er svona leið þar sem við erum í raun við getum horft á þetta sem við byrjum með að skrifa fyrsta testi hérna við erum að skrifa einhverja reiknivél sem tekur inn streng og keyrir í raun reikna það sem strengurinn skilgreinir þannig að við getum tekið inn hérna þá er það bara, þá byrjum við hérna við byrjum ekki að skrifa forritið, við byrjum hérna og við byrjum að hugsa, ok, hvað er einfaldasta sem að hérna, þessi reiknivél okkar ætti að geta gert og jafnvel væri einfaldara case væri að geta tekið bara inn í raun tölu og skila tölunni en ok, við getum tekið inn hérna 1 + 1 og ef við reiknum það þá búumst við þessi 2 ok, og hvað er þá minnsti mögulegi forritskóðinn sem að skila því? Jú, það er bara að skila akkurat 2 ok, það mun auðvitað ekki virka en þú veist, við erum byrjuð, boltinn er byrjuð að rúlla ok, og núna viljum við bara prófa eitthvað annað dæmi 2 + 2 ætti að vera 4 ok, nú þurfum við að fara að gera eitthvað núna þurfum við að athuga hérna ok, ef það er plus í strengnum þá viljum við splitta á plusnum svo viljum við parse-inta fyrsta og leggja það saman við seinna ok, þetta er rosalega svona verbose og skrítið en þetta er allavega bæði testin keyra svo koma 3, ok, úps þá er ekki lengur nóg að vera með þetta heldur þurfum við að vera í raun að taka það sem kemur út úr þessu og redúsa á það og parse-inta það sem kemur út og leggja þetta síðan saman og svo fyrir við að sjá hérna, ok, hvað gerist með invalid input, hvað gerist þegar við sendir null ok, þá vil ég raun skilgreina, ok, hvað gerir forritið mitt ef við sendir null þú veist, ég er ekki að fara að senda inn hérna texta þannig að jú, ok hegðurinn okkar er þannig, ef það kemur null þá sendi ég null tilbaka og þetta er þá þetta svona að geta að fá tækifæri til þess að hérna, til þess að hanna svona ytri mörk forritsins og hérna síðan endum við með einhverja 5. útgáfu sem er bara eitthvað sem að skrifa á nokkrum mínútum en auðvitað er þetta, þú veist, þetta mun aldrei vera nóg af því að þú veist, leið við förum að koma með mínus eða forgang aðgerða eða sviga þá er þetta engan veginn að fara að ná því og við þurfum að fara út í eitthvað flóknara eins og skrifa bara okkar ein hérna compiler eða
tokenization fyrir þetta og gera eitthvað svona græja, að þá er ég allavega búinn að skrifa eitthvað test. Ég er búinn að búa til svona byrjunina á því hvernig forritið haga sér. Þannig að, og þessi test geta alltaf keyrt og þau geta alltaf keyrt hratt og örugglega. Þannig að ef ég segi eitthvað núna hérna eins og return 1, nú keyri ég þetta og þá fæ ég hérna að expected null received 1. Þannig að núna við að gera þessa breytingu, þó sem hún sé bara eitthvað doomed breyting, þá er ég að sjá að testin grípa þetta. Testin er í rauninu að passa mig og einhvern veginn vegna er hérna rosalega langur tíma að keyra þetta. En þannig að þetta eru test og ég mæli með því að þið skoðu þetta nánar og sérstaklega í þessum yndislega vefforritunarheimi. Þannig að við skulum taka núna 10 mínútur pásu og byrja aftur korteri yfir.